Og áfram höldum við hérna í föstudagsþætti, helgarþætti N4. Þátturinn tekinn upp í menningarhúsinu Bergi á Dalvík. En Kristján Eldjárn Hjartarson á Tjörn í Svarfaðardal, hann hefur verið virkur í félagsmálum í sinni sveit. En Kristján líklega sá maður sem hefur gengið á flest fjöll hérna í nágrenninu, enda starfar hann við það á sumrin að fara með fólk upp á fjöll og leiðsegja fólki. Kristján, hvernig stóð nú á því upphafi að þú fórst að fara með fólk á fjöll? Já, það nú bara, þetta uppeldið. Foreldrar mínu voru mikið fjallafólk og svona náttúru áhuga fólk. Og gengu mikið á fjöll og tók okkur systkinin, við erum nú 7 systkini og þau tók okkur gjarnan með, kannski ekki alltaf öll í einu, heldur skipt okkur niður og ég nú svona yngri kantinum af systkinahópnum. Kannski fékk ég lengri tíma heldur en hinn systkinin til þess að vera með þeim á fjöllum við Hjörleifur bróðir og þetta gekk sko fram yfir 16-17 ára aldur. Eftir það þá misti ég svolítið áhuga á þessu og eins og gengur gerist og ég tala nú ekki eftir ég eignaðist mína fjölskyldu. En svo var það svo að ég var bóndi á Tjörn í Svarfaðardal og þegar ég hætti búskap þar, þá réði ég mig á Húsabakkaskóla sem nú bara næsti bær við Tjörn og var þar svona staðarráðsmaður og þar var meðal annars í starfinu var það fólkið að svona markaðssetja skólan yfir sumartíman þegar ekki var skóli og eitt af því sem að ég prófaði í því var það að auglýsa aðstöðuna fyrir gönguhópa og nýtti því við að ef að fólk vildi þá gæti ég alveg svona sagt eitthvað til. Og þetta var strax mjög vinsælt og ég fór bara eiginlega á fullan snúning í þessu og þá rifjuðust upp náttúrulega gamlu taktarnir sko frá því að í uppeldinu. Meðal annars til dæmis að pabbi var mikill áhugamaður flóru Íslands, blómin og hafði svona smekkt þessu inn hjá okkur krökkunum hvað blómin hétu og við erum að vita á hverju við gengum og geta greint hina einstöku plöntur. Og þetta fór að rifjast upp og fór síðan að verða bara að svona einhverju maníu hreinlega. Bara bakteríu? Já, bara hreinni bakteríu. Bæði þetta að ganga, að vita hvað fjöllin heita og þekkja blómin í kringu sig. En þegar ég horfði nú bara hérna út frá menningarhúsinu, fjöllin hérna, þú ert búin að fara á alla þessa toppa? Já, ég ekki segi það nú kannski ekki alveg alla, en þó, það eru ekkert mjög margir sem ég á eftir að fara á. En þeir eru alveg, finnast alveg og enda hinn svartdalski fjallasalur gríðarlega víðfeðmur og þetta eru há og mörg fjöll. En svo það líka dalir og fossar og gil og svona sem það þarf. Já, það nefnilega það sem hér, þetta svæði hefur upp á svo gríðarlega fjölbreytta möguleika að bjóða. Einmitt eins og þú segir, það eru hér alveg dalur við dal, þverdalir inn úr Svarfaðardal og Skíðardal sem eru skildir að á þessum háu fjöllum og í þessum dölum renna gjarnan vatnsmiklar ár úr sem eiga upptök sín í jöklum. Það nú ekkert svæði á landinu sem eins ríkt af smá jöklum eins og Tröllaskaginn utanverður og bara hér í kringum Svarfaðardal talað að sé 50 smájöklar, alveg með ólíkindum. Og eru nöfn á þeim öllum? Já, það það nú. Þeir eru nú yfirleitt kenndir við dalina sem þeir eru í. Já. En hvers konar fólk það sem fer með þér í þessar ferðir? Það Íslendingar eða útlendingar? Það langmestuleyti Íslendingar. Og langmestuleyti fólk sem hefur verið að ganga saman, hópar sem hefur verið að ganga saman í mörg ár, eru búnir að ganga Laugaveginn og Hornstrandir og fjörðurnar og allt þetta. Og koma svo til mín og þetta hafi verið svona kannski meiri lúxusferðir heldur en mikið af þessum
þekktu leiðum þar sem fólk að ganga með tjald og bakpoka og nokkura daga nesti. Það þá svona, hvað er að segja, þriggjaskóa ferðir? Já, það má kannski segja það að sé mestuleyti. Að vísu þetta svæði mjög fjölbreytt, þú getur farið alveg upp í mörg pör á skóm þess vegna. En já, þetta þessar ferðir hafa byggst á því að ég er á sama stað. Við erum á sama stað allar nætur, allar daga og það innifælið matur og leiðsögn og gisting, þannig að þetta er svona kannski meiri lúxus heldur en að þessir hópar hafa verið að gera á öðrum svæðum. En fólk sem að fer með þér, það þarf að vera svona ágætlega útbúið og líka bara með ágæts úthald eða hvað? Já, það er nú svo sem alveg allir gangur á því. Það er, eins og ég segi, þetta er svo fjölbreytt svæði að maður getur alveg sniðið prógramið eftir hópnum og eins og maður gerir náttúrulega. Ef að fólk vil krefjandi göngur þá er bara ekkert mál að búa til þannig pakka. Ef að fólk vil hafa þetta svona léttar göngur, léttari láglendisgöngur eða svona eins tveggja skóa göngur, þá er það bara mjög lítið vandamál, en allir þurfa auðvitað að geta borið sig fótgangandi. Hefur orðið einhver svona breyting á spurningum fólks eða hvað það vill vita með árunum? Hefur áhugi á blómum eða fuglum, hefur hann aukist, finnst þér? Nei, mér finnst þetta nú vera bara svona alltaf svipað. Þetta er svona einhver periódur og maður fann kannski meira svona í kringum fyrir hrun, maður miðað nú allt við það, að þá var svona svolítið öðruvísi væntingar. Þá vildu menn gjarnan hafa þetta svona notalegra og meira bara svona létt og gott. En núna eftir hrun þá komu svona, vildu fólk fara að reyna meira á sig og kannski einmitt varð þjóðlegra, vildi vita meira fjöllin og blómin og annað slíkt. En tilfinningin að standa upp á toppi og horfa yfir, hún er alltaf jafn góð hjá öllum? Já, þetta er alltaf sigur. Hvert einasta skipti, það er alveg eiginlega samankomað fyrir oft á sömu fjöllina. Það er alltaf sigur að komast upp á toppinn. Þetta er auðvitað mann að leggja á sig gríðarlegt erfiði og stundum bara að hleypa í sig kjarki til þess að vinnast á verkefninu. Og það er alltaf sigur og óskaplega mikil sæla þegar menn eru komin á toppinn. Einkum og sérlega ef veðrið er gott. Þitt uppáhaldsfjall? Það er nú kannski erfitt að segja, en það er þó hérna í dalnum fjall sem er hvorki hátt né mjög áberandi, sem heitir Hvarfshnjúkur, sem ég fer mjög mikið á, fer svona 4-5-6 sinnum á sumri, sem er bara hérna fyrir miðjum dal, það er ekki nema rétt 1000 metrar, en hefur þann gríðarlega kost að þú sérð allan sveitina, alla bæi dalsins, sérð hér út til Grímseyjar og bara er flott, fallegt, fjölbreytt og skemmtilegt göngufjall. En hefur einhvern tíma núna til þess að vera ganga á fjöll, þetta ekki slætti? Já, ég er nú svo sem bara smábóndi núorðið og er með örfáa kindur og hesta og það er nú eins og er víða orðið að það eru bara svona landbúnaðar verktakar sem að sjá að rúlla heyið. Við þurfum að slá það og snúa því. Þetta tekur viku í góðum þurrki, þá er maður búinn með þetta. En maður sem gengur svona mikið og ert svona víða, þá ert þú líklega rétti maður til að spyrja, hvað með berjasprettu? Já, ég fór nú í gær hérna upp á Böggulstaðafjalli, við erum hérna, ferðafélag Svartdala er með vikulega á miðvikudögum, miðvikugöngu og í gær var það Böggulstaðafjall, sem er nú eitt rómaðasta berjafjall landsins. Og berjasprettan það lítur gríðarlega vel út. Það er mikið af vísum og tíðin hefur verið þannig bæði svona ágætlega vætusamt og hlýtt, gríðarlega hlýtt og gott veður hérna í júnímánuði. Þannig að það lítur bara mjög vel út ef
ekki fer að frjósa á kvöldin sem að við vonum svo sannlega verið ekki. Við krossum fingur. Kristján Eldjárn Hjartarson, þakka þér fyrir komuna og næst á eftir fáum við þingmann sem er í sumarfríi.